Kolla er orð sem við notum yfir kvenkyns andfugla. Við tölum um æðarkollur. Æðarkollur eru sem sagt kvenkyns æðarfuglar eða stokkandarkollur eða duggandarkollur eða hvað svo sem er. Og kollurnar eru alltaf svona gráar eða brúnar. Og af hverju er það? Jú, kallarnir eru í einhverjum skærum litum, eða kattfuglarnir. Við köllum þá steggi, nema hjá æðarfuglum, þá köllum við hann blika, æðarblika. Þeir eru í skrautlegum búning til þess að sýna sig fyrir kollunum, en þær eru hins vegar í felubúning því þær sjáum að liggja á hreiðrinu. Ef maður er í einhverjum skrautbúning þegar maður liggur á hreiðri, þá er maður bara auglýsingaskilti fyrir rándýr hvar hreiðrið sé. Skiptir miklu máli fyrir kvendýrið eða þann fugl sem liggur á að vera í felulitum. Við þekkjum andarkollur í sundur á því sem kallað er spegill og svona bara almennt á stærð og ýmsu. En spegillinn er svona málm, ef að þetta er vængurinn á teiknum hérna til dæmis stokkandarkollu, þá er, þetta er kannski ekki, þetta er hérna aðeins neðar, þá er svona blár blettur á til dæmis stokkhundinni, hjá stokkandarkollunni. Maður þekkir hana frá öðrum andakollum á þessu. En svo eru aðrar kollur eins og til dæmis æðakollan sem er brúnni, hún er stærri, öðruvísi höfuðlag. Það er misjafnt hvað maður notar til að þekkja þær í sundur.